Já, komið sæl. Það sunnudagur og þá að heilsa sínir Egils. Þó með þeir undantekningu núna að Gunnar Smári ekki með okkur. En þættinu verður skipt í 2 hluta eins og venja Í seinni hlutanum þá ætlum við að ræða stöðu íslenskunnar í síbreytilegum tækniheimi og til að ræða þau mál koma til mín Guðrún Nordal, prófessor og forstöðumaður Árnastofnunar, Arnar Eggert Thoroddsen, aðjúnt við Háskóla Íslands og Bragi Valdimar Skúlason, stjórnandi Kastmál, Baggalútur og eitthvað þeirra. En hingað á vettvang dagsins komin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, Ragnar Þór Ingólfsson, Margrét Tryggvadóttir og Aðalsteinn Hjartarson. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Byrjum á ríkislögreglustjóra. Þetta vont mál fyrir hana og fyrir okkur alls bara, en sérstaklega fyrir hana. Já, heldur betur. Já. Mér veist þetta bara, þetta náttúrulega bara svo, það þarf ekki einu svona útskýra hversu vont þetta þetta bara svo silli, þetta bara svo fáránlegt. Já. En það sem ég finnst kannski skipta mestu máli þetta bara, ég bara borgari, ég vil bara geta treyst lögreglunni og það á bara ekki það á ekki svona að vera þar. Og annarkvort þetta alveg bara gríðarlegt dómgreindarbrestur eða þá þetta bara botlaus spilling. Það er ekkit þarna, þetta er ekkit á neinu gráðsvæði og þetta er bara fáránlegt og ef þess ríkislögreglustjóra bara amt orðspor lögreglunnar, þá á hann bara að segja af sér. Þetta er bara stærra en hennar persóna og bara vera í þessu embætti. Mér finnst þetta algjörlega út í þetta. Hlaðmann Aðalsteinn, hvað segir þú? Þetta er náttúrulega í rauninni 2 mál. Það er náttúrulega þessi ráðgjafakaup sem eru algjörlega bara galin og ótrúlega og þetta hafi viðgengist svona lengi á þess að ykkur þarna innandyra segja bara heyrðu, eigum við alveg að vera að gera þetta svona? Og svo það náttúrulega þessi svarta skýrsla eða minnisblað eða hvað sem þetta heiti nú sem að ráðuneytið birti rétt fyrir helgi sem að sýnir bara að allur reksturinn virðist vera bara í mólum. Þannig að það er ekki bara það sé verið að kaupa ráðgjöf, stjórnenda ráðgjöf til að velja staðsetningu fyrir píluspjald og borga fyrir það 36.000 á tíman með virðisaukarændar, höldum því til það. Heldur að bara ekkert verið að reka embætti sem slíkt. En það náttúrulega dregur það kannski fram að þú getur verið bara lunginn lögreglumæður á þess að vera til þess hæfur að reka stofnun og fara með fjármál eins og einhver rekstramæður. Þannig að þetta eru 2 mál, kannski heppilegt fyrir ríkislögreglustjóra að þetta skuli lenda einhvern veginn svona saman að við náum bara að tala eitt í einu yfirleitt. Þannig að en já, ef hún tilbúin að horfast í augu við það að hennar vera þarna áfram dregur úr trausti almennings, leyfum mér að fullyrða til embættisins, þá náttúrulega eina í stöðunni að fara sama hvort að niðurstaðan sé að hún hafi brotið lög eða eitthvað en þegar þú ert svona embættismaður, þegar þú fær þessi völd eða þeir treyst fyrir þessari ábyrgð, þá þarftu stundum að bara axla ykkur ábyrgð þó þú hafir ekki endilega brotið lög. Ásýnd og áferð skiptir líka máli þegar þú ert í svona stöðu. Eins og forverðin hans þarf við þurft að gera. Já, enda það nú samt ekki á því að það þurft að semja starfslok og hann fekk bara... En dýrara fyrir okkur öll. Já, það er ekki heimild til. Já. Ragnar, hvað segir þingmaðurinn Ragnar Þór? Já, hann segir bara allt gott, en en í þessu máli, ég bara get tekið undir það sem hefur komið hér fram og líka sérstaklega ljósið þess að þetta verið að segja upp reyndu fólki í hagræðingarskyni og þetta skuli koma síðan ofan í það, þetta, hvað sé svona botnlausa bruðl og hvernig var já, bara allt í kringum þetta, ég bara get tekið undir það hjá Margréti að ég held að henni sé ekki stætt á að sitja í þessu embætti. Ég held að það blasi alveg við og þegar þetta kemur einmitt ofan í þessar niðurskurð og uppsagnir að þá gerir þetta eitthvað með málið ennþá verra og slæmt var það fyrir.
En lögmaðurinn, hvað segir þú? Þetta lítur mjög illa út. Já. Þannig að þetta slær mann eins og það hafi ekki alveg verið fylgt í sem á að fylgja og það skiptir auðvitað miklu máli að svona embætti ríkislögreglustjóri hafi trú og traust almennings og fari eftir lögum og reglum. Það er auðvitað verið að skoða þetta mál í ráðuneytinu og svo skoðun var byrjuð áður en þetta mál með píluspjöldin og jyskferðirnar og svo framvegis kom upp og ég trúi því bara að ráðuneytið muni taka á þessu máli að festu. Það slær maður líka að ríkisskattstjóri hafi fyrir einhverju síðan sent yfirmönnum stofnana munin á því hvað er að vera launþegi og hvað er að vera verktaki. Þannig að þetta lítur illa út og það verður að hugsa fyrst og fremst trúverðugleika þessara stofnunar sem að skiptir okkur auðvitað höfuðmáli að lögreglan hafi fullt traust. Já. Þannig að þetta mál er ekkert búið. Nei, það held ég sjálf. Örugt. Svo við töfum ekki ræða neitt mikið meira þetta er bara á einhverju stigi. En samt sem áður, þá var það gefið út að þetta fjölga lögreglumönnum 50. En hún var búin að segja upp einhverjum áður en þetta mál kom upp. Þannig að þessu eru hérglæðika ekki. Nei, svo virðist líka vera að það sé töluvert mikið magn af sérfræðingum en ekki lögreglumönnum innan embættisins. Ég auðvitað þekki það ekki nákvæmlega en eflaust þarf að einhverju leyti að blanda slíkum störfum saman. Það virðist líka svolítið koma upp úr deiglunni að það sé svolítið óljós mörk á milli embætta, stofnana, lögreglunar, þannig að þetta slær mig svolítið að það þurfi að fara í bara verulega skoðun á þessum bara málaflokki í ráðuneytinu og það er auðvitað nýlega komin út þessi skýrsla embættismannakerfið og ég held að svona flestir séu þeirra skoðunar að embættismenn eru allt og margir á Íslandi og spurning í rauninni hvort að það þurfi ekki að fara aðeins betur yfir það hvað er verið að nota peningana okkar í og hvort að sé virkilega þörf fyrir því að maður hefur það stundum á tilfinningunni. Það er nú komið 23 ár síðan að ég vann síðast hjá ríkinu, þá hafði ég verið síðastu lögfræðingur í félagsmálaráðuneytinu og hef síðan unnið hjá sjálfri mér. Að ég hef það stundum á tilfinningunni að ríkisstarfsmenn séu að gera fátt annað heldur en að funda með sjálfum sér og gera skýrslur sem engu til gagns í staðinn fyrir að framkvæma hlutina. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem þarf að skoða miklu betur og ég bara trúi því að ríkisstjórnin fari vel í þessi mál. Er ekki svolítið svona mikið mál fyrir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að grípa rétt inn í þetta? Jú, og munur örugglega að reyna á það. Það er náttúrulega búið að vera... Ég segi, hún vill ekki sökkva með. Já, ráðherrann sökkvi með? Nei, ég segi það, hún vill ekki fá þetta kusk á sig. Nei, ég nú mun náttúrulega líka að reyna á það hversu erfitt er raunverulega að segja upp ríkisstarfsmönnum og hvort að það eigi við almenna ríkisstarfsmenn eins og umræðan gjarnan eða hvort það sé ekki aðalega stjórnendur. Nýbúið að skipa Sigríði Björk í þetta embætti aftur til 5 ára og við vorum aðeins að minnast á starfslokasamningi sem var gerður við fyrir hennar í starfi en er viljinn til þess að viðhalda kerfinu bara eins og það er og hefur fungerað þá náttúrulega fer hún ekki neitt og þetta verður sett í einhverja nefnd og þá er jafnvel skipað einhver starfshópur eða spretthópur eins og stjórnmálamenn eru mjög gjarnir á að gera fundur náttúrulega upp þetta nýja hugtak spretthóp fyrir ekki svo lengur síðan eða þá að það verður bara þessi ríkisstjórn og þessi ráðherra sýni það að það hafa orðið hrein valdaskipti síðustu kosningum og ég veit ekki hvað er langt síðan við vorum með dómsmálaráðherra sem ekki komur röðum Sjálfstæðisflokksins til dæmis hvort að það muni breyta einhverju, hvort að skipti eins og stundum við talaðum að skipti máli hverju stjórna og eitthvað svona þetta er alltaf að fara að koma í ljós þetta er bara svona fyrir leikmennir sem mig spennandi að fylgjast með að sjá hvað er ég stilli væntingum í hóf og ég er ekkert að kalla eftir því eitthvað ég persónulega að Sigríður Björk verið sett af en það er verið að takast á við skort og trausti það er eitthvað viðvandi sem er búið að vera hérna frá hruni það á við stjórnmálastéttina það á við lögregluna þó hún hafi almennt notið meira traustseldur en margir það á við fjölmiðla og annað og hér er bara kjörið tækifæri til þess að segja bara, heyrðu, hér skiptir embætti sem slíkt meira máli heldur en persónan sem að gegni því og við ætlum að byggja upp traust. Þannig að það verður spennandi. Ragnar, þú kannski hefur eitthvað svona insight hvernig þetta fungerar. Verður spretthópur? Nei, ég held nú að vera nú ekki spretthópur en ég hef búin að sitja í mörgum spretthópum og aðgerðarhópum sem að hafa síðan einhvern veginn litlu skilað
þegar uppi staðið en ég held að þú veist, það alveg mörg jákvæð mál í gangi varðandi sameiningarstofnana og ég held að sé líka bara skipti máli eins og maður hefur svona lært á þessu stuttu tíma sem maður hefur sittið á þingi að þetta rosalega stíft og seinvirkt kerfi sem við erum með bara að sko koma áfram úrræðum fyrir börn með bæði fjölþætta vanda og sérstaklega alvarlegan fíknivanda þú veist, það kveiknar í stöðlum og það ekki hægt að gera neitt vegna þess að það stoppar einhvern veginn allt hjá framkvæmdasýslunni eða það er ekki hægt að fara í verkefnin nema fara í einhverju heildarendurskoðun og sjá hvort það sé hægt að gera eitthvað meira. Þú veist, ef það myndi til dæmis kveikna í barnaspítalanum að það færi gera einhver sérstök úttekt á því hvort að þú væri ekki að fara að reyna að bjarga því sem hægt er að gera til þess að koma starfsemin aftur á stað og gera það með tiltölulega skömmum hætti sem að fyrir ætti að vera tiltölulega einfalt en einhvern veginn tekst sko stjórnsýslunni einhvern veginn að flækja og tefja og þú veist, þetta bara mjög óskilvirkt kerfi og það það sem að ég kannski svona helst að skoða í dag bara út frá mitt húsnæðismálunum út frá einu þeim ráðuneytum sem að við tengjumst barna- og menntamálaráðherra af hverju þetta strandar í stjórnsýslunni lífsnauðsynlegar verkefni sem eru bara upp á líf og dauða af hverju það er ekki hægt að keyra þessi verkefni áfram. Er það embættismenn sem eru að stoppa þetta? Ertu að segja það? Já, sko það einhvers staðar brotalöm í stjórnsýslunni þegar að við getum ekki einhvern veginn brett upp ermar og keyrt verkefnin áfram verkefni sem að eru bara på líf og dauða fyrir einstaklingar sem eru mjög veikir. Og ráðherra að tala þannig líka. Já, ég meina það skortir ekki viljan, það skortir ekki fjármagn, það bara, þú veist, það ákveðna reglur sem að þarf að fara eftir, það eru jú hægt að fara í flýta verkefnum ef það neyðarástand, sannalegt neyðarástand að ræða sem svo sannlega í þessu tilfelli. En það eru bara, kannski eitthvað sem ég get ekki úttalað hér, en það er eitthvað mikið að. Herri, má ég aðeins að klára þetta hérna með Sigríði lögreglustjóra að ég hlustaði á Vikulokin í gær svona með rúmlega einveira og ég heyrði ekki betur Grímur Grímsson alþingismaður og fyrrverandi lögreglumaður hann hérna var að segja að það er bara að setja hana af og þá var sagt hún flokkssystirinn já það breytir engu sagði hann eitthvað og ég hef aldrei hún sé Viðreisn, ég veit ekkert bara, ég vil bara koma að segja að hérna Grímur var ákveðin, hún var alveg saman það þá var það komið, þetta ég vildi koma að segja en hérna þetta sem þú veist að tala þetta neyðarástand og fólk bara æpir eftir lausnum, fólk að fara með börnin sín sko til Afríku. Mér svolítið merkilegt að ég hef svo sem áður en að ég útskrifaðist úr lagadeildinni fyrir sirka 30 árum síðan. Ég var starfandi fangavörður með námi bæði í Hegningarhúsinu og lítillega í Síðumálafangelsinu og ég man eftir eitt sumar komu þarna inn 3 ungir drengir sem voru að setjast inn í fangelsi í fyrsta skipti og ég ræddi töluvert við þá. Og þeir ræddu það að þeir hefðu alltaf trú á því að það eru aldrei brugðist við og svo loksins væru komnir í fangelsi og það væri engin úrræði. Þannig að þegar þeir eru opna út á skólaverðstíðum klukkan 8 morgunin að þá vantarlega væru þeir komnir í eitthvað greni 5 mínútum seinna. Og ég hafði töluverðan áhuga á þessum málaflokki á þessum tíma og hafði hugsað mér að starfa yfir þetta en fyrir einhverja tilviljun lenti í þessum húsnæðismálaflokki sem ég ennþá í 30 árum seinna. En fréttir undanfarni og það sem hefur verið að gerast þessum stöðulega mæðurnar sem að fara með börnin sín til Afríku, það sló mig svo. Ég hef í rauninni ekkert sett mig inn í þennan málaflokki í núna rúm 30 ár. Því ég skrifaði lokaritgerðina mína sáttaumleitun og sviði refsiréttar varðandi unga afbrotamenn og ég hef einhvern veginn ekkert tengst þessum málaflokki en það sem hefur slegið mig og umræða núna er svo að það hefur ekkert breyst á þessum rúmum 30 árum, ekki neitt, við erum á sama stað og þá hugsaði ég, eru endalaust búin að vera starfshópar, er endalaust búið að vera fólk að búa til skýrslur á þess að framkvæma, að reyna að finna lausnir og funda með sjálfur sér sem því miður allt of algengt virðist vera hjá ríkinu, þannig að það einhvern veginn, það virðist ekkert vera að gera og það sló mig hvernig í rauninni ráðherra, barnamálaráðherra tjáði sig þessi mál. Það fannst mér eftir þetta verð og í rauninni
að svona, þetta eru mæður sem eru að leita úrræða. Kerfið á Íslandi grípur ekki þessu börn og það er einhvern veginn svona skilningsleysið sem að virðist vera og áhugaleysið. Það verður að fara að gera eitthvað. Við þurfum að hugsa börnin okkar. Það er svona eiginlega grundvallaratriðið. Börnin og ungt fólk. Það er svona það sem við verðum að hugsa Annars skiptir minna máli finnst mér. Og þessi sem hafa svona leiðist út í eitthvað óheppilegt sko, að það náttúrulega veik fyrir og bara, eins og segja, það bara lífsætta, áspenna lífsætta bara, það er þannig. Það er þannig. Það er náttúrulega líka sko vangeta stjórnvalda til þess að bregðast við eins og Guðfinna varst að benda á að þetta er bara sama umræða búin að vera í áratugi. Ég þekki ekki það að hafa hlusta á opinbera umræðu öðru sér heldur en að vera að hlusta á nákvæmlega þessi vandamál. Þetta hlýtur að spila líka inn í þetta vantraust sem ég voru að tala áðan í tengslu við sko trausti stofnara og lögreglu að við erum búin að tala þetta svo lengi og ég veit svo sem ekki, ég hef ekki tölaði hvort það hafi verið einhverjir spretthópar þetta eða starfshópar eða skýrslur eða eitthvað en við hljótum að vera bara sammála það og þá, þú veist, til hvers eru stjórnvöld ef ekki til að leysa svona vandamál og meðan það er ekki gert þá er eðlilega lítið traust til stjórnvalda og saman hvort að það sé út af embættismönnum eða stjórnmálamönnum eða við komum okkur ekki saman hvernig að fjármagna þetta eða hvað, kannski þurfum við bara að hætta að gera eitthvað annað og meðan við lesum þetta, ég veit það ekki mögulega, kannski þurfum við að afla meiri tekna, ég veit það ekki heldur ég er blessunlega ekki búin að bjóða mig fram til þess að leysa þetta en þetta snýst ekkert alltaf vilja eða fjármagn þegar þetta farið að snúast skriffinsku og Já, en Ragnar, hver skrifar reglurnar? Já, ég er að segja það á þessum stutta tíma sem maður hefur verið að koma inn í þetta umhverfi að finnst mér í sjálfu sér ótrúlegt að hvernig einmitt kerfið einhvern veginn vinnur svolítið svona gegn sko málum sem að eru bara bara eins og bara neyðarástandi sem skapaðast þetta brunninn og stuðlum. Það er auðvitað fullt að gerast sem er jákvætt varandi úrræðin. Ég meina Gunnarsholtið er væntanlega opna núna í desember og það er búið að opna hluta á stuðlum aftur og Blönduhlíð. Þannig að það er það ekki Ásmundar Einars Úlfsson? Já, sko, loksins þegar það opnaði, en þetta eru þá úrræði sem eru raunverulega að opna, en ekki bara einhverjar, hvað segja, svona myndatökur og 4 dægri kosningar og síðan er líka verið að leysa ákveðið ákveðna tókstrit á milli Garðabæjar og ríkisins varandi kostnað við innviði og gatnagerð og ýmislegt annað varandi meðferðarheimili þar og það hillir í að það leysist en þetta er óbáslega seinvirkt og mér finnst kerfið það þarf auðvitað að breyta einhverju í þessu kerfi og það er það sem að ég er svona Þú ert svolítið gagnrýnin á embættismannakerfi. Þið finnst það sem stjórnmálamaður vilt fara ákveðið hratt en það eru bara hraðahindranir í ráðuneytunum. Ég ekki endilega bara í ráðuneytunum, það getur verið í stofnunum sko, ríkisstofnunum eins og bara til dæmis framkvæmdasýslunni og þannig að þetta er bara svolítið eins og hindrunarhlaup þegar maður vill setja hausinn svolítið fram og keyra hlutina áfram að því að þetta er ofta ekkit flókin viðfangsefni að leysa ætti ekki að vera það en leiðin að þeim hún er miklu torveldara heldur en verkefni sjálft. En er ekki líka oft þannig að það er stundum vantar kannski þekking og reynslu inn í stofnanaráðuneyti því að það eru þetta oft þannig að fólk er búið að vera hjá ríkinu í mörg ár. Ég man alltaf eftir þegar ég hætti í ráðuneytinu 2002 þá var ég sem sagt búin að vinna í 5 ár í húsnæðisstofnun Íbúðalánasjóðs og síðan síðustu 2,5 ári í ráðuneytinu og mér fannst ég kunna allt í húsnæðismálum. Ég var búin að búa til lagafrumvörp og reglugerðir og úrskurða og gera aflýsgerðir og ég var búin að kenna og ég veit ekki hvað og mér fannst ég algjör snillingur. En þegar ég fór út í hinn stóra heim og fór að vinna sem lögmaður fyrir einstaklinga og félög þá uppgötaði það að ég kunni akkurat ekki neitt. Þó ég hef verið ríkisstarfsmaður svona lengi og séð þennan málaflokk og verið svona yfir þessu og kenna þetta úrskurða og svo framvegis. Og ég er ennþá að læra 30 árum seinna. Og það hefur stundum verið þannig að ég auðvitað bara horfa á þetta utanfrá. Ég er auðvitað bara ekkert inn í þessari pólitík eða neinu slíku eða einhverju svona vinnu á vegum stjórnvalda
að mér finnst stundum að það vantir þekkingun og reynsluna þarna inn og ég til dæmis sko ef ég horfi bara til dæmis það er alltaf verið að tala þessu einföldun og byggingarreglugerðinni þó ég sé kannski aðeins komin út í þetta sem er nú kannski ekki alveg strax að þá eru þetta byggingarfulltrúa embætti í Reykjavík sem er langstærsta embætti og þekkir þetta mest, það hefur svolítið skort að sko nýta þekkingun og reynsluna, hvernig vinnubrögðin passa til þess í rauninni að það sé hægt að einfalda hlutina sem er alltaf verið að segja ég einfalda en engin veit hvernig á einfalda. Þannig að það er svolítið þetta og sko ég fagna því að Ragnar Þór sé í þessum húsnæðismála pakka fyrir ríkisstjórnina því ég trúi því og treysti að hann ætlar að keyra þessi mál áfram í staðinn fyrir að búa til enn einn hópinn og skoða enn eitt og hitt og þetta en það er búið að tala og gera ykkur húsnæðisáætlanir endalaust síðustu árin og það hefur í rauninni ekki skilað miklu. Það er alltaf merkilegt að við erum svo ofta að tala einhverjar hindranir og benni þessu ekkert eitthvað sérstaklega á okkur Ragnar og það er náttúrulega stutt síðan að frá meirihluti sem þú tilheyrir tók við og bara allrar sanngirni gætt. En það eru 63 þingmenn, það eru 10-15 ráðherrar eftir hvenær það er. Hver og einn ráðherra er með 2 aðstoðarmenn, ríkisstjórnin svo með 2 eða 3 aðstoðarmenn og okkar að ráðgefa. Svo eru þingflokkarnir með 4, 5 og 6 starfsmenn hver. Það hlýtur að vera hægt að bara reiðja þessum hindrunum úr vegi. Við bara getum ekki verið áratugi að tala það sé ekkert hægt að gera af því að embættismannakerfi sé einhvern veginn og ríkisstarfsmenn sé einhvern veginn. Þú veist, leysum bara málið. Þið hafið fullt umboð til þess, fáið bara tækifæri til að skrifa ykkar eigin lög og bara afgreiða þau og þurfið eiginlega ekki að ræða við neitt nema ykkur sjálf það. Þannig að það hlýtur að vera hægt að leysa þetta. Já, það hlýtur að vera hægt. Já, upp á þessu marki og það er alveg rétt að þú veist, við erum auðvitað komin í það aðstöðu til þess að geta sko breyti sem þarf að breyta til þess að hlutinni gangi betur fyrir sig. En þú veist, síðan er þetta líka ekki alveg svona einfalt ef við tek til dæmis Úlfarsárdalinn sem dæmi að auðvitað hefði verið heppilegast að deila þeim gæðum í byggingarlandi og koma því inn í félag sem að til dæmis bara inn í byggingafélög verkalýðshreyfingarinnar til þess að byggja upp hagkvæmt húsnæði og bara tryggja að svo hagkvæmni myndi skila sér beint til fólksins. En það er ekki hægt vegna þess að það eru auðvitað ekki bara reglur sko, útboð, hverju má deila út, hvaða gæðum og sömuleiðis líka Evrópureglugerðir líka. Og við, þú veist, ef við höfum farið til dæmis þá leið að koma því byggingalandi bara inn í eitthvað félag sem væri bara búið að ákveða fyrirfram. Við hefum fengið á okkur örugglega fleiri kærur heldur en við gætum hreinlega bara komist yfir og það myndi ekkert gerast að næstu árin eða bara jafnvel áratugir. En svona einfalt mál eins og að gera úrræði fyrir börn með fíknivanda, það þarf ekki að fara í svona, þú veist, þetta eru atriði sem þið getur bara leyst. Já, en þú veist, við vildum fara með þessi úrræði í gegnum, þú veist, það er hægt að flýta ákveðnu ferlum og uppbyggingu, þú veist, ef það er sannlegt neyðarástand að ræða sem að svo sannarlega var í þessu tilfelli en þetta gekk bara ekki algjörlega svona fyrir sig í gegnum stjórnsýsluna, því miður og það er bara líka hlutur sem að ég er að fylgjast með og við erum að greina vegna þess að þetta er bara ekki í lagi og það þarf að taka á þessu. Þar eru við sammála. Já. Sko, þegar var skrifa undir byggingu húsins í Garðabæ, þá var tengdadóttir mín forstjóri barnaverndarstofu og hún er á þessum myndum sem eru birtað frá þessu, hún er löngu hættar reyndar en hérna þá var svo mikil von, sko. Það ætti að fara að byggja þarna í Garðabænum og það er enda bara að vera að byrta myndirnar að fólkinu hefur skrifað undir fyrir 7 árum eða eitthvað. En svo er þetta líka, þú veist, þarna er ágreiningur ef ég skil þetta rétt, einhver kostnað, hvort hann er lenda á ríki eða sveitafélaginu eða hvað er lenda hvar. Ef ég skil þetta rétt. Já, það er styrra. Og í staðinn fyrir skilur að bara loka fólk inn í herbyggi, þú veist, í 2 daga eða eitthvað skilur, eða hjá ríkisáttasemjara að þá er einhvern veginn bréfaskrift þar sem að, þú veist, það fer eitthvað erindi og svo því ég get svarað það stollað í hálft ár og í ráðuneytinu náttúrulega þetta er utan við sko sjóndeildarhring fólksins sem að, þú veist, skilur er að vinna í þessum málaflokki. Þetta er að gerast einhvers staðar annars staðar, milli sveitafélags og hvað, fjársýslunar eða ég veit ekki hvaða stofnunar og
þetta bara rosalega erfitt að eiga við eitthvað en ég meina en þetta verður að laga og það verður einhvern veginn að bæta svona alla þessa ferla. En við fara að tala málmálana. Það húsnæðiskreppilandinu. Snjórinn. Hann farin við okkur, meira minna sko. Það sem betur fyrir tók hann fljótt af sko, En akkurat með að vestra vetrarfærðin var að þá náttúrulega drógu aðalega ríkisstjórnarinnar okkur upp í hæstu hæðir í Reykjavík til að kynna húsnæðispakka. Í útkverfið. Ég treysti mér ekki til að keyra á nýju vetrartækjunum mínum, ég fylgdist bara með þessu í streymi. En mér finnst náttúrulega dásamlegt að Samfylkingin hafi í rauninni komið með þessa stefnubreytingu og verið tilbúin til þess að fjölga íbúðum í Úlfarsárdal, því það auðvitað búið að vera að reyna að fá Samfylkinguna frá árinu 2014 í það. Ég var nú í borgarstjórn 2014 til 2018, ég veit ekki hvað ég flutti margar ræður að fjölga íbúðum í Úlfarsárdalnum fyrir ungt fólk og tekjulága og það var engin stemming fyrir því hjá Samfylkingunni, en ég man eftir því þau samþykktu loksins tillögu frá mér sem var nú einhvern tímann í árslok 2015 að fjölga íbúðum 450, þau voru nú ekki til í meira og það tók 3 ár í skipulagi þessar 450 íbúðir. Þannig að það hefur í rauninni verið sko, Það er búið að byggja já. Þetta er náttúrulega byrjaði 2015 sko, síðan liðin 10 ár. En það sem er í rauninni að þegar ég var þarna í pólitíkinni í borginni í þessi 4 ár 2014 til 2015 og flutti endalausar ræður það að fjölga lóðum og uppbyggingu í Úlfarsárdalnum vegna þess að það var náttúrulega aðalega verið að byggja hér á þéttingarreitum og lóðum sem voru í eigu verktaka því borgin var ekki að úthluta þessum lóðum því að ég man fyrstu 3 ár frá 2014 til 2018 eða 2017 fyrstu 3 árin það úthlutaði borgin 14 fjölbýlishúsalóðum með 5 íbúðum og fleiri og það var byrjað að byggja eina þessa íbúð eða eitt þetta hús á þessu tímabili og það var síðast verið að úthluta núna einni af þessum 14 lögum sem úthlutuðu þá og það er hérna Vesturbugtin. Þannig ég fagna mjög þessari stefnubreytingu Samfylkingarinnar að vilja loksins byggja á þessu svæði meira. Það er auðvitað þannig að það er þessi húsnæðispakki, hann er auðvitað, það vantar auðvitað meiri upplýsingar og útfærslu og slíkt varðandi hann, en það er ekki annað hægt heldur en bara fagna því að það sé komið eitthvað fram og það eigi að fara að gera eitthvað. Við erum auðvitað búin að hlusta á það núna í rúman áratug að það ríkisstjórnin sem taka við hafa alltaf að grípa til mikilla aðgerða í húsnæðismálum og það hefur nú orðið kannski ekki mikið efndir. Það hefur eitthvað verið gert. Það var náttúrulega auðvitað stofnað, sett á laggirnar þessi hlutdeildarlán og síðan stofnframlögin varðandi almennu íbúðirnar. Það er auðvitað þannig að leigumarkaðurinn í Íslandi er svolítið sérstakur vegna þess að 60% leigusala eru einstaklingar. Þetta er ekki fyrirtæki, þetta er ekki hagnaðardrifin fyrirtæki. Ég minna að síðast hafi verið 13% í könnun sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerði, það væri 13% leigusala á markaðnum hagnaðardrifin leigufélög. Það er nörgulega áskömmul könnun, ég hef nú ekki skoðað það nýlega. Þannig ég fagna því að það sé sérstaklega hugað að ungu fólki og tekjulágu fólki því að það er hópurinn sem við þurfum og hefum þurft að einbeita okkur að í þessum húsnæðismálum. Það er auðvitað þannig núna að sko, það eru auðvitað fullt af hlutum þegar ég las húsnæðispakkann, ég prentaði nú til þess að ég myndi nú muna þetta því þetta er auðvitað alveg nýtt að það eru auðvitað fullt af hlutum sem að sko, það vakna spurningar hjá mér. En ég hugsaði fljótlega þegar ég las hann ég ætla ekki að reyna að geta eyðurnar vegna þess að það er náttúrulega fullt þarna sem á eftir að svara. En ég ætla ekki að reyna að geta eyðurnar, ég ætla bara að hlusta á það sem að ríkisstjórnin mun upplýsa og það eru auðvitað stærst þarna eru Úlfarsárdalurinn og það var samþykkt þarna í borgarráði fyrir helgi að fara í hvað útboð eða svona hugmyndir að koma á þessu innviðafélagi einhvern veginn af stað og við vitum það auðvitað 4.000 íbúar úr Úlfarsárdalnum, þetta eru kannski þá yfir 8.000 íbúar og ég man nú ekki hvort að það séu 8.000-9.000 íbúar í Úlfarsárdalnum og Grafarholtinu samtals í dag, þannig að þetta er rosaleg uppbygging. Það er að fara mikil innviða uppbyggingastað, það er náttúrulega ekki hægt að komast inn út á hverfinu eins og staðan er núna, það þarf að byggja skóla og leikskóla og vegi og alls konar lagnir og ýmislegt. Þannig að kostnaðurinn verður náttúrulega gífurlegur og þetta mun taka mjög langan tíma nema það verði í rauninni bara farið alveg fullfoss í það að skipuleggja og gera hlutina vel. Það er eitt sem ég hef reyndar alltaf haft svolítið áhyggjur af því að svona kannski svo flestir Íslendingar
Að Íslendingar vilja almennt ekki vera á leigumarkanum. Það þetta bara, við erum með þetta séreigna fyrirkomulag sem var í kringum aldamótin 83% öllu húsnæði sem hefur fækkað náttúrulega verulega núna síðustu árin. Það svona spurning það sem ég velti fyrir mér og Ragnar þó náttúrulega þekki betur, hvort að það sé endilega sko þetta almenna íbúðakerfi sem þetta bara stig 2 nokkurn veginn af svona annars konar félagslegum leiguíbúðum en heitir þessu flotta nafni almenna íbúðakerfið. Hvort að það sé kannski betra að það er meira fjármagn sem fari í hlutdeildarláni, þetta auðvitað fólk á öllum aldri sem fer í almenna íbúðakerfi, ég náttúrulega þekki það ekki, það vantarlega búið að reikna þetta út, hvað skilar meira og svo framvegis, ég náttúrulega þekki þetta ekki svona nógu vel. En mér finnst ég er bara glöð að ríkisstjórnin ætlar að ráðast í þessa uppbyggingu á samt Reykjavíkurborg að fjölga íbúðum í Úlfarsárdalnum. Það þetta fullt af atriðum þarna sem óljós og þessi einföldun á byggingarreglugerðinni sem við höfum þetta heyrt í fjölmiðlum margoft að það þetta búið að breyta lögum mannvirki ítrekað til þess bæði að lækka byggingarkostnað og einfalda stjórnsýsluna og það hefur aldrei gengið upp. Eina sem hefur í rauninni gerst það að eftirliti verður alltaf minna og lélegra. Þannig ég svolítið spennt að sjá hvaða einföldun það sem á að fara fram því ég hef aldrei heyrt neitt hana beint og þeir byggingarfulltrúar þeir sem starfa við þetta svona frá degi til dag sem ég tala við, þeir átta sig heldur ekki á því. Mér finnst þetta kostur að þá einfalda byggingarreglugerðina þannig að þá að vera í leiðbenningablöðum, svona nánar útfærsla. Byggingarreglugerðin náttúrulega óskiljanlegt fyrir venjulegt fólk að lesa því það hvorki lögfræðingarnir tæknistéttir sem að skilja hana og það hefur verið þannig að túlkun mismunandi eftir sveitarfélögum og það var mjög gott þegar Mannvirkjastofnun fór inn í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og allir sérfræðingarnir þar með sem gátu upplýst þegar maður hringdi og spurði eitthvað þá gátu þeir sagt manni en því miður þá bara hætti töluverið fjöldi af þeim fljótlega eftir þessa sameiningu. Það hleypum Ragnar aðeins að Ragnar. Ég get alveg endalaust. Það var ítt að takka það fyrir ég. Hvað hægt að koma mörgum íbúðum fyrir í Úlfarsárdalnum? Það virkilega í norðurhliðinni sem sagt að átt að Vesturlandsveginu? Fyrsti fasinn á svæði sem að kallast M22 sem hérna fyrir aftan og Bauhaus, þeim megin í dalnum. Og ástæðan fyrir því að við að byggja upp í Úlfarsárdal er alls ekki nýtt að nálinni eins og hefur komið fram hérna að við byrjuðum fyrir 5-6 árum síðan á vettvangi verk og að kalla eftir því að það hérna byggt meira í dalnum og það hægt að fara alveg inn úr og svæðið þolir alveg 10.000 íbúðir og það það sem við höfum verið með augastað á en þá þarf að breyta svæðisskipulaginu eða breyta vaxtarmörkum til þess að sá hluti komist síðan í skipulag og endanum í framkvæmdir. Er ekki trjáskógur hann? Jú, það er skógur aðeins innar og hérna en svæðið er frábært til búsetu inn af dalnum og hérna en þetta er fyrsti fasinn sem við erum að tala um og við byrjuðum að setja mjög mikið púður í þetta í febrúar að reyna að finna leiðir til þess að hraða þessari uppbyggingu eins og kostur og þess vegna var Úlfarsárdalurinn fyrir valinu vegna þess að þetta er svona eiginlega eina svæði sem hægt að raunverulega flýta uppbyggingu af því byggingarlendi sem í boði. Það er ekkert margir kostir. Það er búið að koma þessu í einkaeigu eða eigu fjárfestingarsjóð eins og Blikastaðalandið, Vífilsstaðalandið er í eigu fjárfesta, þekktara fjárfesta og svo framvegis fyrir okkur sem erum að byggja upp og höfum byggt upp óhagnaðardrifnu félögin þá er dýrt og flókið. Það er mikil áskorun að byggja á þéttingareitum eins og niður á Valsreiti eða upp á Háletisbraut, það sem er mikil umferð, hljóðmengun og ýmislegt annað. Þetta er mjög kostnaðarsamt en það er ódýrt auðvitað fyrir borgina að úthluta lóðum innan þéttingar því að það fylgir engin innviðakostnaði fyrir borgina eða fyrir sveitarfélög almennt að þétta. En það er langa ódýrast fyrir okkur að geta byggt upp ný hverfi og byggt upp hagkvæmt og þess vegna er verkefni mjög mikilvægt og við höfum líka verið að finna leiðir til þess að flýta öllu skipulagi til þess að koma þessu í framkvæmd eins fljótt og mögulega hægt er. Og við gerðum samkomulag við borgina þegar við vorum að koma að Bjargi af stað á sín tíma að þá
þá vorum við bara alltaf einhvern veginn í einhverjum bunkum og röðum eða reyna að byggja upp hagkvæmt húsnæði. Við fengum svona innspýtingu eða hvað að segja, svona hjálp innan borgarinnar þar sem vorum með tengiliði til þess að keyra það verkefni af stað hratt og vel og það skipti öllu máli fyrir okkur að vera með hvað að segja, svona aðstoð innan borgarinnar til þess að flýta þeirri uppbyggingu því verkefni og það er það sem við erum að kalla eftir varðandi Úlfarsárdalinn að það verði settur saman kraftur í þetta og þeirra Bjarg fór af stað og ég get nefnt ykkur tölur að í fyrra þá var meðallegan hjá Bjargi 180.000 mánuði og frá því draga síðan húsaleigubætur og ég skoða nú bara í fyrradag það sem í boði af sambarlegum 2-3 herbergja íbúðum sem bara 3 herbergja íbúðum eins og til dæmis í Ölmu leigufélagi í úthverfum að það ekkert undir 375.000 mánuði. Þetta það sem undir hjá fólki sem tekjulágt en Bjarg auðvitað innan almenna íbúðakerfisins eitt af þeim atriðum sem farið í húsnæðispakkanum og stofnframlögin verða hækkuð 30-35%. Það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir félög eins og Bjarg og fleiri félög sem byggja inn í almenna íbúðakerfinu. Þetta lækkar þann hluta sem það að taka lán fyrir og það alveg afborganir og það alveg hægt að lækka leigu eða þá þetta komið til móts við hækkandi byggingakostnað sem hefur auðvitað hækkað. Síðan erum við líka með félög eins og Blær sem mjög áhugavert byggingafélag sem við komum að stað þetta tekur allt tíma, það tók mig 2 ár að koma að Blæja af stað bara að selja hugmyndafræðina af því að það þarf ekki alltaf að vera óhagnaðardrifið. Það hægt að byggja hagkvæmt og leigja á miklu lægra verði heldur en markaðurinn að bjóða upp á og koma þá til móts við aðra tekjuhópa. Það mjög margir sem að komast ekki inn í Bjarg að þeir aðeins að háa tekjur og þetta verkefni gekk fullkomlega upp og ástæðan fyrir við fórum í Blæverkefnið að við vildum byggja húsnæðisfélag sem var ekki innan stuðningskerfana eins og almenna íbúðakerfisins og það væri svona til fyrirmyndar það sem til og með skert í Sviss mikið að lífeyrissjóðir eru þar að fjárfesta mjög stóri, ég held þessi með 20-25% heildaregnum í fjárfestingu íbúðarhúsnæði. Á Norðurlöndunum eru lífeyrissjóðir með cirka 10% heildaregnum sínum í íbúðauppbyggingu og fjárfestingu þar. Hérna þetta ekki neitt. Lífeyrissjóðirnir komu inn í Íveru, gömlu heimavelli og keyptu þá reyndar í gegnum fjárfestingasjóð. En ef íslenski lífeyrissjóð væri bara á pari við Danmörku þá væri þau með 800 milljarða í fjárfestingu inn á þessum markaði og það hægt, þetta getur spilað saman, lægri húsaleiga og það sem fólk líka að kalla eftir, það fyrirsjáanleiki og búsetu öryggi að hafa það ekki hangandi yfir sér á 12 mánaða fresti gæti legan hækkað og mikið og endir á götunni. Þetta það sem að fólk að kalla eftir og það hægt að gera þetta og eins og við vorum að tala um leigumarkaðinn að búa til heilbrigðan og hvað segja, svona eðlilegan leigumarkað vegna þess að þetta ekki valkostur fyrir fólk í dag út af því hvað hann hefur sveiflast. Og það náttúrulega vextirnir og verðbólgan á Íslandi sem að gera það náttúrulega verkum að það allt miklu erfiðara hjá okkur heldur en annars staðar. En það kemur ekki veg fyrir að við getum byggt. Nei, alls ekki. Það fyrst og fremst hefur að verið lóðaskortur. En við horfum ekki döfundarögum á golfvöllinu við Korpúlfsstaði? Já, ég ætla kannski að bíða aðeins með að taka þann slag. Það er ekki að fá með nýmvörð þá. En það síðan í aðgerðapakka 2 sem að þú veist, það sem við vorum að kynna rauninni bara hérna var það sem var tilbúið og Úlfarsárdalurinn gat ekki beðið. Hann þarf að fara í ferli. Síðan erum við búin að vera að vinna með sveitarfélögunum að lausnum þannig að því að Úlfarsárdalurinn hvort sem að, þú veist, 10.000 íbúðir það þarf meira. Það þarf að hugsa lengra fram í tíman og það þurfa auðvitað fleiri sveitarfélög að hvað að segja, þau geta ekki fría sig allir ábyrgð að byggja hagkvæmt eða fyrir tekjulegri hópa. Þannig að við höfum verið að skoða með sveitarfélögunum hvaða hvatar þurfa að vera til staðar varðandi til dæmis innviðakostnað til þess að byggja inn í hverfi og þá skilyrt að þau uppfylli þá að það sé ákveðið hlutfall sem að fari í hagkvæma og óhagnaðardrifna uppbyggingu að ríkið komi þá með ívilnanir nægilega miklar til þess að brjóta þann flöskuháls
og það það sem við erum erum búin að vera að vinna og sömuleiðis líka bráðaaðgerðirnar. Það eru ríkislóðirnar og það sem við getum gert núna strax. Það er langt komið líka svo vinna. Má ég spyrja eitt? Þessar 4.000 íbúðir í Ólafsdal. Það fór svo líka með okkur. Þessar 4.000 íbúðir í Ólafsdal. Er gert ráð fyrir að það verði eingöngu hlutdeildarlána íbúðir og almennar íbúðir eða líka bara selt út á almennum markaði lóðirnar? Þetta er mjög góð spurning. Það sem við höfum verið að skoða og farið víðast farið heimsækja svona húsnæðisfélög bara í Norðurlöndunum og Evrópu. Að félagsleg blöndun skiptir gríðarlega miklu máli. Og það sem Svíarnir til dæmis brenndu sig á þegar milljón íbúðaverkefnið fór á stað 1964 minnir mig og tók 10 ár. Þeim tókst að byggja milljón íbúðir að búsettarrými á 10 árum. Það sem þeir hafa síðan lent í vandræðum með einmitt félagsleg vandamál sem hafa blossað upp í hverfum sem hafa ekki verið með góða félagslega blöndun og þetta það sem við erum mjög upptekin af að félagslega blöndun að þú getur ekki farið og byggt heilt hverfið að 4.000 íbúður fyrir tekjulága. Þú veist, það er algjör katastrófa til bæði skemmri og lengri tíma. Þess vegna erum við mjög upptekin að því að þetta þurfa að vera ákveðin hlutföll, það þarf að vera ákveðin blöndun, bæði tekjulega og líka félagslega. Þannig að þetta eiginlega, og við erum með algjör mörk þar á milli. Þú veist, það alveg, rannsóknir hafa sýnt það að ef hlutfallið fer mikið yfir 30-35%, þá ertu bara í vandastadur. Þannig að En hérna 4.000 íbúður og þá 6.000 bílastæði eða hvað? Bílastæði verða ekki vandamál. Þetta er ekki eins og til dæmis með Keldnalandið sem inn í svona ákveðinni gíslingu. Það var uppálega hugmyndin var að vera með bílastæði á hús og minn það hafi verið 0,4 bílastæði á íbúð. Í risastóru 7-8 íbúða hverfi. Sem er algjörlega út úr öllu korti, sérstaklega með að við þann raunveruleika sem við búum við hérna, veðurfar og ýmislegt annað og líka auðvitað það að reynsla til dæmis Svía af bílastæðahúsum ekki góð. Það að segja að þar þrífst neysla og ýmislegt annað. Þannig að það alveg ljóst að Keldnalandi sem slíkt og borgin alveg meðvituð það að það þarf að fjölga bílastæðum og það þarf að breyta mjög mörgu varðandi hugmyndafræðina varðandi keldur til þess að það bara gangi upp af því við erum í mjög góðu sambandi við verktakana stóru verktakarnir IAVF, Jáverk og fleiri hafa byggt upp allt fyrir bjarg og við erum í mjög góðu sambandi við byggingariðnaðinn og án þeirra hefðu við ekki getað byggt upp þessi öflugu félög sem við erum þó með og við erum alveg sammála þeim. Ég sé ekki fyrir mér að hvorki fjárfestir né byggingaverktaki muni taka þá áhættu að byggja 500.000 íbúðir eða 100 það sem ekki aðgengi að bílastæði eða þú þarft að labba kannski 200-300 metra í eitthvað bílastæðarhús og jafnvel 500 metra eða fullt í því og þú þarft að fara næsta, skiljið. Þannig að þetta er í skoðun. Svo náttúrulega líka þetta, því hafa verið heppin að það eru góði verktakar sem hafa verið að byggja fyrir ykkur og þessi félög, en það náttúrulega æði misjafnt hvernig verktakar hafa staðið sig og spurning frá mikil uppbygging, hvernig það verður og þá kollvarpa þessu byggingaeftirlitskerfi. Þetta er mjög áhugavert að hvað verið að fara að gera. Það verið að fara nýja leið sem held ég bara jákvætt af því að það sem við höfum verið að gera síðustu ár hefur augljóslega ekki virkað. En staðan núna að það eru bara fleiri þúsund íbúðir sem eru ekki fyrir fólk sem býr í þeim, heldur í einhverjum öðrum tilgangi. Það eru, ég hef ekki talið það nýlega, en það eru hundruður íbúða sem eru á sölu. Byggingaverktakarnir sem þú veist að tala um og þú setir góðu sambandi við og hafa verið að byggja þetta sannarlega upp af því að það eru einu fyrirtæki sem geta byggt blokkir og hús. Þau hafa ekki byggt íbúður sem að fólk hefur áhuga eða ráða á að kaupa. Einhverjar 2 og 3 svefnherbergja eða jafnvel 1 svefnherbergja íbúður fyrir 200 og 300 milljónir
við erum að sjá sko hverfi þar sem það er byggt sko eða hverfi, við erum að tala reiti þar sem er byggt sko við erum að fá sem mest út úr lóðinni sem þú keyptir, að það skín ekki sól inn til fólks. Hámarka arðsemi úr hverjum fermetra. Hvað segirðu? Hámarka arðsemi úr hverjum fermetra. Akkurat, þannig að sko ekkert af því sem að við erum búin að tala hér leysi sko þann vanda sem að er í gangi núna, sem náttúrulega bæði vextir og fjármagnskostnaður þeirra sem ætla að kaupa, skilyrði Seðlabankans sko hvaða tekjur þú þarft að vera með, jafnvel þú sért einmitt á leigumarkaði og borgar jafnvel sko 2-falt eða 3-falt það sem þú þyrftir að þú fengir að kaupa, en svo það íbúðirnar sem að henta bara klárlega ekki þeim sem að eru að leita sér að íbúð. Þannig að ég saknaði þess allt úr húsnæðispakkanum að þetta adressað ef ég sletti með aðeins skýrara hætti. En það er kannski... Ég má kannski bara rétt bregðast við. Ástæðan fyrir því að þetta var ekki adressað, það var að segja bráða aðgerðarhlutin, er að hann er ekki alveg tilbúinn. Og við erum búin að vera að vinna í þessu, bara síðan við fengum þennan málaflokk í hendurnar, bara fór að snemma ás, bara í febrúar líka þegar við fórum að kortleggja hvað getum við gert núna. Og það eru auðvitað verkefni sem eru þéttingatengd ef við getum orðað þessu svoleiðis, en það eru þó verkefni sem ættir að fara í strax til þess að byggja inn í það sem markaðurinn kalla eftir. Hér eru 2000 íbúðir óseldar á markaði og þetta 950 milljón pluss fermetirinn, allt og dýrt. Lánsfjárskilyrði Seðlabankans eru of hörð, þannig að fólk kemst ekki gegnum greiðslumat og svo náttúrulega vaxtastíð er eins og það er allt og hátt. En það sem er í óvissu núna líka. En það má, það er reyndar sko smá óskiljanleg óvissa varandi vaxtadóminn að hvernig bankarnir stíga núna fram og við sjálfur sér kalla hver ofan í annan að hér þurfi kjöra að versna enn frekar, sem er áhugavert, en sko þegar staðan er svona, eins og hún er akkúrat núna, þá má ekki gerast eins og hefur svo oft gerst, þess að gerist hérna til dæmis eftir hrun, að þá einhvern veginn stoppa framkvæmdir. Þegar það þurfa einmitt innspýtingu, af því að þetta ástand mun breytast á einhverjum tímapunkti. Þetta getur ekki gengið svona til lengdar. Bankarnir þurfa að lána. Þetta er bara vara sem þeir eru að selja og þeir þrífast á og þeir hagnast á þessu. Vaxtamunir, sko, bankarnir voru með, sko, í 6 mánuði uppgeri bankana, þá voru þeir með, sko, 3% vaxtamun. Hann er svona 1,5% hérna á Norðurlöndunum, 3%. Verktakarnir, þær sölu sem ég hef séð, þar sem að einstaklingar eða einhver lítil félög að kaupa kannski 4-6 íbúðir og jafnvel heilu blokkirnar að fara á verulegum afslætti, meira afslætti heldur en ég sko sjálfur reikna með væri svigrum fyrir. Þetta þýðir það að það er svigrum hjá bönkunum til þess að minnka sína álagningu og lækka vexti. Það er svigrum hjá verktökunum til þess að lækka verðið á þessum íbúðum. En þeir eru að fara í aðra átt, þeir eru konur með nýtt tæki sem eru svona hálfgerð seljendalán í svona formi hlutdeildarlána, þar sem þeir eru svona meðeigundur og þú borgar 5% sko vaxta leigu sem kemur ekki til greiðslu fyrir en eftir á. Ég tók eitt dæmi, 20 milljón krónar lán, ef þú farið í gegnum það kerfi, þá eru verið að borga tæplega 66 milljónir tilbaka af þessu 20 milljón krónar seljendaláni hjá Reyrverk. Ef þú hefur tekið það sem sagt 2015 og þurft að borga það upp 10 árum seinna, núna 25. Þá kann maður reikna bara vísitölu áhrifin og fleira. Auðvitað hefur húsnæðisverð hækkað mjög mikið samhliða því. En þetta er ekki leiðin sem við viljum fara, hvorki með hlutdeildarlánin, né eitthvað svona kerfi sem þarf að skoða og hafa eftirlit með, að við séum alltaf að búa til eitthvað form af lánum eða stuðningi, þannig að fólk geti keypt sífellt dýrari eignir. Þú veist, það var ekki hugmyndin með til dæmis hlutdeildarlánunum að gera, þú veist, að hafa kríteríurnar þannig eins og var gert til dæmis í Bretlandi að hjálpa fólki við að kaupa eitthvað sem það hafði engan veginn efni á og festa þá í sessi þá miklu arðsemiskröfu sem að ekki allir verktakar en mörg fasteignaþróunarfélög hafa verið að setja á sínar eignir.
Ég vissi þetta yrði fyrirvera mikið, en við verðum svo líka að fara að taka á öðrum málum. Njótum okkar hérna í fræðslustundum. Ég stekki bara alveg skilja prófið sem málum. En má ég aðeins bara kannski henda inn, sko, það náttúrulega ástæðan fyrir því að við erum alltaf á einhverjum stað þar sem við þurfum eiginlega að fara að byrja upp á nýtt af því að það tókst ekki það sem við ætlum okkur. Grunnurinn auðvitað þessi pólitíska stefna sem var þéttingastefnan sem átti alltaf að vera. Það átti að byggja í Úlfarsárdalnum samhliða þéttingu byggðar til þess að þetta myndi ekki myndast sem hefur gerst í dag að unga fólkið og fólkið sem tekjulegra kæmist inn á markaðinn. Það var tekið röng pólitísk ákvörðun hjá Reykjavíkurborg á þessum tíma að láta eingöngu byggja á lóðum sem voru í eigu verktaka, fasteignafélaga sem voru margar hverjar lóðir sem komu inn í bankan eftir hrunið, var síðan úthlutað og gengur kaupum og sölum. Þannig að þetta svona kannski grunnurinn af vandan sem við sýtum uppi með í dag. Stór hluti vandans auðvitað, það ekki hægt að gera neitt hratt vegna þess að vextir eru eins og þeir eru. Þannig að sko, fólk þarf líka að vera mjög tekjuhátt til þess að komast út á fasteignamarkaðinn og komast í gegnum greiðslumatið. En ég tel í rauninni ef það farið í svona skynsamlegar aðgerðir, við erum ekki að fara leysa eitthvað quick fix núna, en það að fara í það að hraða þessu, setja ekki fleiri starfshópa og drífa þetta bara í gang og vera með tengilið sem að séru með eitthvað verkefnastjóra eða eitthvað sem innan borgarinnar svo að þetta drífa þetta af. En það annað sem ég velti fyrir mér. Það náttúrulega, það eitt sem ég langar svo að spyrja Ragnar Þóru. Við erum að setja fót sprett ég hef svo mikinn áhuga á byggingagollum því ég unni við þessi máli í 20 og eitthvað ár og kannski verið með mikið af þessum málum og þessi mál fara yfirleitt ekki fyrir dómstóla. Og gallarnir og orðnir fann að hlaupa á nokkur 100 milljónum. Ég sé að það verið að rannsaka þetta hjá Háskóla Íslands og það komin einhver bráðberaniðurstöður. Ég sé nú í fljótu bragði, ég þekki nú ekki þessa vinnu, en sé í fljótu bragði það vantar nú ýmislegt þar inn. Sko, byggingagallatryggingin. Þetta kerfi sem var ákveðið hérna að byggingarstjórarnir myndir hafa eftirlit með sjálfum sér og þeir eru auðvitað komist upp með það sem hafa ekki sko byggingaraðilarnir sem vil ekki fara eftir lögum og reglum og láta byggingarvörðunar uppfylla íslenska kröfur og byggingarstjórarnir sem vildi ekki fara eftir eftirlitinu, að það á að koma þessu frá og þá að setja upp þessa byggingagallatrygging og í dag það starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra og hönnuða sem í dag 20 milljónir en iðnmeistararnir bera líka ábyrgð en þeir hafa enga tryggingu þannig að fólk ofstundu bara að fá 5% jafnvel úr tryggingunni af gallunum. Það verið að tala hérna byggingarstjóra tryggingu að danskri fyrirmynd og ég sé aldrei neitt meira þetta vegna þess að þetta var það var reynd seljanda trygging hérna á Íslandi 2006-2007 tryggingafélagi sem byrjaði með það hætti mjög fljótlega með hana. Kúltúrin svolítið annar í Danmörku, þeir byggja ekki svona opaslega göllu hús eins og við megum samt ekki gleyma því að meiri hlutin af verktökunum sem að byggja að gera þetta vel og eru í rauninni en byggingarstjóra gallatryggingin búið að ræða þetta og komin lending í þessu máli með tryggingafélögum. Eru þau til í það að vera með einhverja tryggingu sem að gildir þá í 10 ár eftir að hús eru byggð, jafnvel verktakinn löngu farin á hausinn, tryggingarnar dýrar, sjálfsábyrgðin. Ég er svo forvitin, ég hef ekkert séð neitt umræðuna það, hvernig umræða ríkisstjórnarinnar er viðræði við tryggingafélögin, hvernig þau eru, hvort að þetta sé komið eitthvað á stað, þessu umræða. Það verður á þinginu í vikunum. Ég skal viðurkenna það að ég er ekki inn í hvar það máli statt. Okay. Ég þekki það ekki, en hins vegar get ég sagt að eins og með Bjarg og okkar reynslu bara í þessum bransa að sko eftirlit eða rauninni tryggingar það er mikið af slugsun hann úti sem er að byggja og mikið af göllum en get svo sagt það að af þessum 1300 íbúðum sem við höfum byggt hjá Bjargi þá allar verið á kostnaðaráætlun eins og einasta. Það er allar verið á tímaáætlun sem ég held að sé fáheyrt í íslenskri byggingarsögu og það er ekki komið upp einn einasti galli í því sem við höfum verið að gera og þetta er og þetta eru bara ef að fasteignaþróunarfyrirtæki og verktakar vinna vel saman og það er metnaður í að gera hlutina vel þá er það vel hægt en þú kemur aldrei í veg fyrir þá sem eru tilbúin til þess að fara einhverja styttri leiðir í uppbyggingu og þar að leiðandi mikla og vonda galla. Þá segir bara eins og amma Guð láti gott á vita. En hérna förum við svona í við höfum talað byggingar en hérna á næstu lóð það er Valhöll
og það er búið að taka sko megin hlutana af bílastæðunum þar til að byggja hús og þeir hafa fengið 500-700 milljónir eitthvað fyrir byggingaréttin hérna og nú ætlar að selja Valhöll og enda ekki Ég var að skoða þetta fyrir Flokk Fólksins sko, það er mikið að flytja. Já, þetta hús. Nei, þetta var bara grín sko. Þetta var, það er kannski, sko, en reyndar hefur Sjálfstæðisflokkurinn held ég aldrei verið í öllu húsinu, en það er saman, þetta er hérna Sjálfstæðisflokkurinn, það er bara verið að róta öllu til, að reka fólk fram og tilbaka, selja Valhöll, sem þeir einhver afhenda skuldlaust fyrir 50 árum. Ég þurfi náttúrulega að koma með forma núna sem að... Sko þeir söfnuðu sjálfur fyrir mikil rekstra kona, búin að vera í ísgerð lengi, þannig að hún ekki bara að taka til í... Eitthvað að setja í fristi og taka úr fristi og svona. En hérna, jú, þetta er mjög áhugavert, sko, ég vinn hérna náttúrulega bara rétt hjá og hérna efst á Laugaveginum og ég hjóla hérna fram hjá hverjum degi og þetta er hættulegast í hlutin og hjólaferðina að hjóla upp hérna því að það vantar alltaf gangstéttir að hérna og þú sérðu ekkert þarna fyrir byggingákrön og búið að vera núna í nokkur ár en þetta hlýtur nú að fara að klárast. Það er engin hjáleið eða neitt sko? Nei, í raun ekki sko, ég gæti náttúrulega eitthvað aðeins lengt hérna leiðina en gera það ekki, það er ekki sensinn en sko mér finnst þetta alveg rosalega áhugavert og ég held að sko sko þetta hús er svo mikið þótt að þeir hafi náttúrulega ekki verið í öllu húsinu að þá hefur þetta hús verið svo mikið tákn fyrir veldi Sjálfstæðisflokksins og svo náttúrulega hefur við hlustað á sjálfstæðismennina í borginni tala á móti þéttingastefnunni en þegar kemur að þeirra eigin lóð þá bara, þú veist, er drita niður hérna blokkum allt í kring sem að í raun svolítið skyggir í raun svolítið á þetta tákn og þetta tákn held ég að hafi verið hjá þeim nú ætti ég náttúrulega að þegja og ekki vera að gefa sjálfstæðismönnum hérna ókeypis ráðgjöf en þetta hús hefur verið gríðarlega verðmætt tákn fyrir þeirra veldi og stöðu í borginni nú sést alltaf í það og nú að selja það líka og ég heyrði eða las eitthvað viðtal við Guðrúnu þetta og hún náttúrulega gerir hérna kröfu á mjög mörg bílastæði sem kemur ekki óvart en sko ég veit ekki hvert eru það að fara það að fara í Ármúlan eða hérna ætla þau að Það er engin bílastæði í Ármúla ég er einu stundum að leggja þar en þetta er bara bóttið Ég las nú á vefnum að Borgartún 35 væri hérna fengið neðstæðina þar fengið neðstæðina þar það var hjá viðskiptaráði og samtökum atvinnulífsins og öllum myndasamtökunum stutt að fara já, ég meina þetta halda marga leynifundi þar bara í lyftunni sko þetta er sóknarfæri fyrir þau þetta er eitthvað sko eins og Jón Magnússon sjálfstæðismaður var að skrifa það að þetta er að vera á sko, mætti ekki verið í miðbæ það sem eru ekki bílastæði og svona þetta verið að vera hús, ekki bara hluti úr einhverju Það hafa aldrei verið að mörg bílastæði í miðbænum og akkurat núna. Það er fólk sem fer aldrei í miðbæin sem heldur því fram að séu engin bílastæðar. Þau eru náttúrulega bara undir öllum miðbænum orðið. Þetta er mjög dýrt að leggja í miðbænum. Ég kannski býði bara lóðan upp í Úlfarsárdal við hliðina á leikskólanum. Já. Herru, nú verð ég eiginlega að fara að þakka okkur fyrir komuna. Við erum að vera búið með tíman okkar. Nefnum ykkur brenni sérstækt í Ýmislegt, Sigurjón, ýmislegt. Við býðum með það tökum helmingin. Herru, ég þakka ykkur fyrir. Takk fyrir. Margrét, Ragnar Þór og Guðfinna Jóna. Og hér eftir er það Guðrún Nordal, prófessor og forstöðumaður Árnastofnunar, Arnar Eggert Thoroddsen, aðjúnkt við Háskólann og Bragi Valdimar Skúlason, stjórnandi kastmáls, bakkalútur og margt fleira. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
Já, komið sæl á ný. Það komin ný áhöfn. Það Arnar Eggert Thoroddsen sem aðjúnt við Háskóla Íslands. Það Guðrún Nordal, prófessor og forstöðumaður Árnastofnunar. Já. Og Bragi Valdimar Skúlason, bakkalútur með mörg öðru. Já. Mér langar svolítið sérstaklega í að tvo sko. Uppáhaldsorðið mitt í íslensku uns með sétu. Af hverju var uns með sétu? Getur eitthvað svarað því? Ég get ekki svarað því. Já, en seta. Það þetta mjög töff, sko. Já, þetta salt. Já, en Cool. Uns. Já, hver stofn orðsins uns? Ég spurði Eirík Rökkvason einu sinni þessu. Hann gat ekki svarað. Það lítur að vera eitthvað gamalt ég þarna að þvælast. Ég veit það ekki, sko. Nei, mér finnst það samt. Ég misti af setunni, mér finnst hún alltaf mjög töff, sko. Ég las náttúrulega bara Sval og Val og seta fyrir sorglúb og allt þetta. Þannig að ég ber alltaf óttablanda virðingu fyrir setu, orðið með setu. En sko, það má enginn skrifa setu nema sem alveg 100% klára. Já, ég veit. Ég er beðið þau koma nær hljóðnum. Já, kemur nær. Þú eru ekki að nálgast þetta, sko. Það missir af setunni. En sko, við erum með alveg frá, sko, bara fyrstu handritum Íslendinga og upp í bara nútíma dægulega texta og vera. En það er geysilega munur á sér. Þú sagði reyndar einu sinni við mig að það gæti allir lesið handritin sem gömlu bara með smá þjálfun. Já, það nefnilega rétt. En auðvitað hefur tungumáli breyst samt, ég myndi ekki skilja Snorra Sturluson eða hann talaði við mig, af því að talmálið hefur breyst. En ritmálið var mjög íhaldsamt. Svo við getum að gert það. Skilgreindu smá þjálfun. Já, ég veit að sko raunum verið getum að lesa best þessi elstu, það er svo merkilegt, að svona 13. aldar handritin, svo verður það aðeins svona kemur flóknari skrift og svona 17. 18. aldar handrit eru mjög erfið, finnst manni, fljóta skrift, þannig það ekkert endilega elstu sér erfiðust, en bara leið og krakkar fara að svona vita eitthvað aðeins textan, kannski hafa lesið eitthvað í sögum og koma svo í heimsókn á Árnastofnun og við leggjum mikla áherslu á það að þau komi í heimsókn. Við höfum sem safnkennara sem tekur á móti þeim og þegar þau uppgöta að þau geta lesið þetta, það er algjörlega stórkostlegt. Það gerir það bara í heimsókninni? Með einhverju tilsögn? Já, bara með myndum og sína þeim og svo geta þau fara á sýninguna, skoða handritinn og svo fá þau líka að pröfa að skrifa á kálskinnið. Að því við erum með kálskinn og reynum að búa til svona blek sem var nokkuð veginn líkt gamla blekinu og þau fá að prófa, þannig þau fara svona inn í þetta. En stafagerðin, hefur hún ekki breyst? Jú, mikil óskur. Þetta allt annars konar letur og það breytist náttúrulega á hverju öld, sko. Þú getur tímasett handritin eftir letrinu. Því letrið breytist, sko. Það er svo gaman það er margt stórkostlegt við þetta að tala við krakka einmitt handrita skriftina því hún er full af styttingum og stendur kannski bara M fyrir maður og svona alls konar sérviska í styttingum bara nákvæmlega sama og þau eru að nota í skilaboðum í dag þau eru að stytta málið og að reyna að koma sem mestu fyrir í mjög stuttu máli sem er nákvæmlega það sem var alltaf verið að spara plássið sko. Fyrir nokkrum árum síðan sendi aðstrákum kemur á MRG. Já, það er bara svona sér vel í handritum, sko. Já. Það er ekki einu svona MRG, það er bara verið M eða eitthvað, sko. Það er bara þurft að giska í gegnum. Þannig að þetta er svolítið ágiskandi líka. Já, og svo er ákveðnar reglur og svona, og þú lærir þetta. En þeim finnst þetta líka mjög skemmtilegt. Þau, eins og Bragi er að segja, þau átta sig alveg á því að þetta er alveg kerfi sem við notum í dag. Skemmtilegt. En þarna var að vera náttúrulega að spara kálskinnið, þetta það var svo dýrt efni. Ég fór eins og í heimsókn í Seðlabanka þegar Már Guðmundsson var þar og hann var að sýna mér, nú manni ekki það er náttúrulega skildu þér Seðlabankin, það var mynd af einhverju fyrirmenni sem að gamalt málverk og krakkan sem kom heimsókn, þau voru alltaf að pæli með hvernig síma hann en þá er það tóbaksbontan sko. Já. Og Már svo að það var svo gaman, þau voru svona að reyna að sjá hvernig síminu, hvaða símið er sko. Núna þegar gervigreindin og enn að opnast svona álag eða ekki á íslenskuna. Krakkar tala ensku jafnt og íslensku. Og hvað gerist núna? Er eitthvað sem að eiga ágjör? Frá gervigreindinni? Já.
Ég ætla, þetta fylgist með þessar umræðum bara eins og almenningur en ég líka áhuga á íslensku og hef alla tíð haft en ég hef ekki áhyggjur. Hefur ekki? Nei, engar. Ertu kærulaus eða engin ástæða til þess? Ég æðrulaus. Þegar ég meina, það sem gerist. Og ég held að sé mjög óverulegt sem hægt að gera til að stemma stigu við einhver og alltaf fara til anskotans og það þarf að gera þetta og þarf að gera hitt. Ég held að það sé einhvern veginn ótækt þó að ég er alveg sammála. Það má alveg gæta að setja, þú veist, ég veit ekki hvað, orðin svo, varúð í staðan fyrir warning eða eitthvað álíka, það má alveg gæta þessu. Ég er ánægður með vinn minn, Eirík, hann sendir alltaf bara tölvupósta með det samme, svo ég sletti á, nýlendu, málið. Og honum, venjulega tekið vel í þetta, En hitt, þetta stendur sem ég sagði upp af því, ég hef engar áhyggjur. Engar. Guðrún? Já, ég meina, auðvitað hef ég áhyggjur af því að fólk fá ekki tækifæri til að tala íslensku heldur sem kemur til landsins. Ég held að við þurfum að gera miklu betur í því að fara að kenna íslensku sem annað mál. Mér finnst þetta kannski stóra mális núna að við finnum það að það er koma, við höfum náttúrulega upplegað byltingu núna 15 árum, 20 árum eins og þú segir, við vitum ekki alveg hvert hún fer og við getum ekki stjórna henni í sjálfu sér bæði snjallsímavæðingin, tæknibreytingarnar svo náttúrulega sem mikli innflutningur fólks, bara nýr Íslendingar ferðamannaiðnaðurinn, bara þessi alþjóðavæðing og þetta er ekki bara við Íslendingar sem eru að upplifa þessar miklu breytingar, þetta eru öll lönd í heiminum og sem eru með eitthvað annað móðurmál heldur en ensku að þau upplifa náttúrulega þrýsting á þeirra móðurmál. Svo við erum ekkert eina að glíma við þetta. Okkar tungumál kannski lítið en Norðmönnum og Dönum finnst þeirra tungumál líka lítil í þessu samhengi. Sem þau eru. En við erum að gera við gerum minna en þessar þjóðir að kenna íslensku sem annað mál og við styðjum minna við það. Þannig mér finnst við höfum að gera betur í því að vera svolítið gestriðsinn, opna faðming af þeim sem koma hingað og segja við viljum auðvitað að þeir læri íslensku. Ykkur sagði í sögu daginn, við þetta Rauðaborð, það sagði að tala við leigubílstjóra, erlendan mann sem var að keyra leigubíl frá flugstöðinni og var búin að vera eitthvað 2-3 ár og spurði hvort hann var ekkert verið að tala íslensku, nei til hvers? Ég vinn á ensku og svo eftir vinnuna þá fer ég bara að hitti samlanda mína, ég hitt aldrei Íslendinga nema kannski til að skutla maður milli húsa. En við viljum ekki skapa tvo hópi í samfélaginu. Þetta er mjög mikilvægt og börn þeirra sem munu verða hér Íslendingar, þau fara í skóla og sum lendi miklu vandræðum. Við þurfum að styðja við þau alveg mjög, mér finnst til dæmis grunnskólan er náttúrulega lykil, ég vil ekki segja tæki, en lykil staðurinn alltaf til að hlúa að samfélaginu. Og við þurfum að gera það bæði á okkar eigin krökkum sem eru bara með íslensku sem móðumál, því þau eins og þú segir hrærast þau bara í þessum heimi eins og við gerum. En við erum að læra svolítið upp á nýtt að vera með enskunar svona í kringum okkur en auðvitað viljum við samt og ég auðvitað geti ekki hugsað með annað heldur en íslenska held áfram að vera okkur móðumál og við höfum þessar tengingar bæði inn í fortíðina, inn í eina þessar bókmyndir sem vorum að tala alveg og inn í djúpið má segja að við verðum ekki svona skiljum þetta ekki við okkur. En auðvitað þetta bara gríðarlega breytingar og ég algjörlega sammála, ég svona bjartsýn eðlisfari og að ég trúi því að við munum leggjast með okkur en við þurfum samt að gera okkar heimavinnu, til dæmis máltæknin. Ég meina, við gátum ekki bara beðið en við gerðum ákveðna heimavinnu sem var máltækni áætlun og allt þetta þegar ég hef nú heyrt þetta tala þetta og fjármagn í það var ástæðan fyrir því að þessi stóru fyrirtæki hafi vilt tekið íslenskuna þannig inn ef við hefum ekki gert neitt, bara beðið þá hafði það ekki gerst. Þannig auðvitað verðum við að gera bara eins og við aðlögum okkar tæknikerfi, þú ert að aðlaga tölvuna þína nýjum hugbúnaði, það er það sem við erum að gera. Þannig að gefum bara íslensku tækifæri, eða það er eiginlega málið. Já, en Bragi Valdimar, ætli við séum ekki eina þjóðin í heiminn sem er skemmt í þáttum eigið tungumál. Sem beygir sagnir á laugardagskvöldum. Ég held ég geti fullyrt það og það er náttúrulega bara stórfurðulegt en líka ótrúlega skemmtilegt og ég held að getum tekið
bara heilan dag og viku í hvert einasta mál sem búið að nefna hérna bara á síðustu 5 mínútum sko. Þetta ótrúlega flókið og ég satt að segja alveg ofboðslega ringlaður í því hvað mér finnst þetta allt saman. Af því að ég get ekki sagt að ég hafi engar áhyggjur en ég samt alveg sammála að við erum að gera ótrúlega hluti og ég held að almennt bara þykir fólki ofboðslega vænt tungumálið. Og finnur að það bara hluti á okkar sjálfsmynd og þú veist, þetta samskiptatæki sem við höfum haft hérna. Við vorum alltaf ótrúlega einangruð og heppin hvað við vorum rosalega einangruð og gátum einhvern veginn haldið þessu nánast óbreyttu í gegnum aldirnar þó það hafi breyst náttúrulega í tali og öðru. Þetta að breytast alveg rosalega hratt núna og þú veist, maður sér bara breytingarnar bara á hverjum degi, þú veist, viðingirhátturinn bara fókin út í hafsauga og svo framvegis og bara ensk orðaröð og allt þetta sem verið að tala alla daga sé að fara til andskotasemi, þetta bara að gerast og þetta gerist mjög hratt núna hvort það eitthvað endilega bara, það ekki heimsendir, þú veist, fólk notar tungumál til þess að bara vera saman, tjá sig en það sem hættulegt við þetta ef við glötum einhvern veginn þræðunum í þessu, þá glötum við þræðunum við alla sögun okkar hún ekkit löng í samanburði við eitthvað marga þjóðir en hún samt það sem við höfum og þú veist, það væri rosalega synd og maður sér alveg að krakkar eru hættir að tengja við texta sem kannski 50 ára, 100 ára, ég meina þegar við Arnar erum að alast upp, þá erum við basically fóðraðir á sömu hlutunum alla daga. Þú veist, við getum talað örugglega endalaust bara sömu sjónvarpsþættina, sömu teiknimyndablöðin, það var bara eitt í boði, í raun og veru í hverjum flokki. Ég að komast í rosalega margt í einu hennar. En núna í dag, þá eiginlega hver einstaklingur að fá endalaust val af þreyingu og það verið að tala bóklestur og þú veist, bara lestrarbók í skóla að keppa bara við Disney-veldið í heild sinni athygli eða bara risa tölvuleiki út í heimi sem búið að ausa milljörðum í til að gera þá skemmtilega áhugaverða, aðlaðandi. Það ekkert hægt að keppa við þú veist, þú getur ekkert sagt endalaust upp að þið verið að lesa meira. Þau að lesa ekki bækur, þau að lesa menningu alls staðar að og bara það sem búið að, eins og sé, bara búa til stórkostlega heima sem þau sogast inn í út allt. Og það þetta sem við erum að keppa við. Og íslenskan ekkert með í leiknum en ég held að sé miklu möguleika núna bara á þessum tímapunkti núna með gervigreindinni, þýðingarvélum og öllu þessu að íslenskan bara fái að lifa eins og hún og hefur verið inn í þessum heimum þegar við fáum bara Babelfiskinn í eyrað og þetta þýðist kannski ekkert á einhverju gullalda máli, kannski þetta bara mjög skrítið, en þetta þó íslenska. En það að gerast, þessar verðræni þýðingar, sjálfvirku þýðingar, það hefur komið út úr þessari vinnualdri, að þetta að takast, og þetta verður að betra og betra, það tekur tíma svona að slípa þetta og gera þetta betra, og líka fá þessi aðila líka alltaf til að nota íslenskuna, og það alveg viljið til þess, það ótrúlegt að því ég fekk að fara í einu svona ferð til að kynna íslenskuna þarna fyrir vestan, með þessu stóru fyrirtækjum, að það ótrúlegt að heyra það þið viljið auðvitað koma tungumál, þau vilja auðvitað fá öll tungumál hann inn, en við þurfum auðvitað að gera, eins og ég sagði, við þurfum auðvitað að vilja líka sjálf, við þurfum auðvitað að hugsa alltaf okkar eigið, þú veist, þetta gerir þetta ekki fyrir okkur og krakkar, ég meina, auðvitað myndu þau örugglega vilja hafa þetta kannski það flott smartar að hafa þetta ensku, en þau að geta haft valið fyrir 3-4 ára krakka, 5 ára, þegar eru svona moldaukaaldri, það frábært. Ég ætla að bakka frænda minna þessu upp hérna, í góða sögu, ekki 25 minúna sögu. Má ég segja þessu sögu? 25 mínútur? Nei, kannski 5 mínútur. Já. Hún góð. Já, ég segi að hún ekki 25 mínútur. Já, hún góð, hún ansið góð þessu saga. Sko, ég var í Inverness, Skotlandi. Gisti þar með, þetta tengist efninu. Ég sé að skelfingasveipur á þér. Hvað? Það var forvitið maður. Já, ég að fíblast. Já, við erum komin þarna á svona gistiheimili, Inverness og fjölskyldan.
og ég eitthvað þarna á stjáklið þarna í morgunverðar hlaðborðinu og það svona eldri maður sem að sjá þetta, skoskur og og svona hálendingur sko, var með talaði skosku gelískuna og þetta allt sko og við fyrir svona aðeins að spjalla saman og hann fyrir að spyrja Ísland og ég fyrir svona að segja já og hann forvitinn tungumálið sko og ég segi já, þetta nú svona og svona og þetta já, það nú ekki nema svona margir sem tala þetta og ég segi já, við erum nú bara nokkuð stolt af þessu við reynum ýmislegt til að halda upp á þetta og fór að segja hann frá þessum Facebook síðum þar sem sko eða vantar þýðingu þá svona á 40 sekundum verður komnar 10 uppástungur sko þannig að það rosalega lifandi nördalegur áhugi á íslensku og hann svona já, merkilegt og ég segi já, við verðum nú bara að halda í þetta segi já og síðan svona snýra sér aðeins við það nánast sko það eins og hann komist bara við segir án tungumáls það átti ekki neitt með vísun í þessar hörmungar sem Írarnir og Skotarnir þurft að líða þegar þeirra tungumáli var bara eitt og ég meina það markvisst verið tekin tungumál og bara þurrkuð út til þess að einmitt eyða sögu og upplýsingum og öllu þess þetta bara lykillinn að einhvern veginn vitund þjóða nákvæmlega Já, þetta er flókið, þetta af því að þú veist, það svo mikil ást á tungumálinu, svo að koma fullt af fólki hérna til landsins sem bara fær ekki tækifæri til að læra máli, jafnvel þó að vilja það, sumir bara gera það ótrúlega vel, svolítið mikið á sitt einstæmi, það háskólanám og annað, en svo bara krakkar í skólanum og þau bara gefast upp jafnvel á að glíma við þetta því að þau fá ekki stuðningin í það og þessu fólki að fjölga mikið. Þjóðin að vera flóknari, þú veist, þetta bara Við erum ekki nógu duglega að tala heldur íslensku sko sjálf við fólk sem að læra íslensku við erum alltaf fljótt yfir og við erum búin að vera svo lengi eins og segir einangur hér og bara allir að tala íslensku algjörlega eins og innfæddir svo kallað en við lærum bara tungumál með því að tala saman og við förum til annarra landa og fólk talar við okkur á okkar bjöguðu mál sko þegar við erum að reyna að tala önnur tungumál en við erum ekki eins þolinmóð og þeir sem að læra íslenskuna segja þetta að þetta kvartir við því að við reynum ekki að við berum ekki virðingu fyrir þeim að læra tungumáli, þetta svolítið heimáttarskapur í okkur Þegar ég fer til Þýskalands þá tala ég þýsku eins og asni allan tíman og þeir elska það sko og þeir svara á þýsku og þetta eigum við að gera, við bara erum ekki búin að venja okkur á þetta og við eigum að kenna þeim sem koma, þetta svona gesturistinn sem ég var að tala að taka vel á móti Það náttúrulega að tala að með þessari nýju tækni bara það sjálfkrafa þýtt á staðnum hérna milli tungumála það talað sérstaklega frönsku, þýsku, spænsku, ensku þau sem alast upp í þeim málheimum munu ekki hafa neina ástæðu til þess að læra annað tungumál vegna þess að muni geta bjarga sér bara með einhverju grörflugu í hérna. Þú getur til Asíu, japansku, kínversku og allt þetta. Stóri, en það svona baráttan að við þessi smærri tungumál fáum að vera með í leiknum og það eiginlega alveg magnað hvað íslenskan á góðum stað með þetta. Þetta hlægir fólk að því sem spýtist út úr einhverju gervigreind núna en þetta í raun og veru orðið alveg fáránlega gott. Miða við, stuttan tíma og hérna, þessi mállíkun bara orðin mögnuð. Og við erum aðalatri núna bara að safna meira að því við erum til dæmis Árnastofnun með risa málheildina, undir stöðuna, undir þessa, svona hvernig tungumáli notað og það þurfti náttúrulega mjög mikið af gögnum, við erum bara lítið málsvæði og höfum ekki eins mikið af gögnum eins og enskan að sjálfsögðu, þannig að við getum ekki mata með eins miklu gögnum, þannig að þetta að verða betra og það ævintýrið, finnst mér þetta bara ævintýrið. Inn í til dæmis þetta eru til dæmis fagurbókmyndir hérna þú veist, það þarf að finna einhverja lausn og fjármagn í að borga fyrir hérna verk í höfundarétti til að komast inn í nýrri verk af því að þú getur ekki endalaust verið bara með tímarit.is sem skiljið þú veist og handrit og annað sem þú veist gagnasarpin, þú þarft nýja stöfið inn sko og það þarf að finna einhverja lausnir til þess að þú veist fólk fá eitthvað fyrir þessi snúða hérna. Já, það málið þetta með höfundarétt líka og við vorum með ráðstefnu fyrir nokkru vikum svona máltækni og gervigreind og allt þetta og gögn
að þá voru rithöfundar þar og þar eru máli snýst náttúrulega höfundarétt að hafa sér traust að þessi gögn verði ekki tekin, traustataki, af því það hefur verið gert, það hefur verið tekin gögn sem hafa verið úti í svona opnum aðgengi en samt í höfundarétt en þau hafa verið tekin án þess að hafa verið látið vita en eitt slíkt, sko, þannig að það er ennþá svolítið svona auðvitað tortryggni inni í þessu, í milli svona gerfugreinda fyrirtækjana og höfundana og það þarf að gera þetta rétt, sko. Skröpuðu bara allan listheimilin, heiminn og alla tónlistsögunar bara upp á þess að spyrja það er þetta hitt máli, sko, sem er náttúrulega stórt mál, bara ef við viljum fá nýja bókmyndi þá verða höfundarnir að fá borga fyrir það að skrifa. Við erum nýbúin að fara í gegnum svona umræðu með Laxness en svo sko dægurmúsíkin þú hefur nú samið marga texta er það er það gæta þessi þetta hafi í huga að hverju hlusta á og hvernig þetta... Sko ég er náttúrulega bara að gera mitt sko, eða þú veist, ég bara sem lög og texta og bara hef gaman af og allt það, en þetta finnum maður alveg að, þú veist, já það er eftir í tekið sem maður hefur gert í gegnum tíðina, en mér finnst svona heilt yfir eins og bara með dægulega texta, það er rosalega mikið verið að syngja á íslensku og það er mjög sérstaklega finnst undanfarið mikið af flottum íslenskum textum verið að koma kannski ekkert mikið verið að hampa ég meina öll þessi rap, hip-hop sena, þetta er meira og minna að syngja á íslensku fólki getur fundist alls konar þú veist, það er ekkert verið að fylgja einhverju bragreglum eða svoleiðis, en mér finnst alveg ótrúlega margir spennandi hlutir að gerast bara í bara hvað fólk túlkar sem rím til dæmis sem ég finnst bara mjög áhugavert að það er ekki það sem ég hefði haldið að þetta rím en það gerir það samt sko á sinn hátt þannig að mér finnst mikið gróska í sko dægur Arnar getur þú pælt í þessu hvað aðeins pælt í þessu já ég var aðeins pælt í þessu mikill músíkmaður og velti fyrir mér samfélagslegum áhrifum tónlistar og svo framvegis þetta fylgst ég veit ekki, ég hitti tónlistarfólk ég dæmt alla sem ég hitti alveg eins og Braga frænda og við erum mjög fjarskyldu frændur við erum mjög gaman að tala okkur til frændur þetta er eitthvað heimilislegt en sko, en þetta er rétt sem að Braga er að segja með til dæmis hip-hopið og einmitt rímið og þess vegna málfræðireglur og það allt en þú veist það er þó íslensk orð þarna inni og og verið að tala eitthvað og fjalla eitthvað sko þannig að ég hef ekki miklar ágjör af því sko en þú veist en sko tilþrif heilt yfir og kannski í textagerð og svona það er þetta ég sé þetta ekkert neitt voðalega mikið samt skilur þú veist maður þarf að fá svona nú er ég bara og þetta er kenning án ábyrgðar þetta getur verið allt rangt hjá mér sko ég hugsa enn eins og bara eins og Bjartmar Guðlaug sko, sem er með mjög skemmtilega texta hnyttna, Bragi með mjög hnyttna texta og en eins og sé, kannski er ég bara að bulla þurfum við 25 Braga við erum ekki sko, já, þú veist, ég fatt að country tónlist hendar mjög vel fyrir þetta einmitt format og svona kannski einmitt Bjartmar í svona hvað segja, einhver svona folk-pop það henda betur heldur en einhverja mjög knappar töff setningar sem bara eru jafnilega endurteknar út í mér samt, ég bara sá nú bara Gauta daginn bara orðaleikur eins og þú ert eins og smábær á Suðurlandi, þú ert svo vík mér finnst þetta, þú veist, þetta er æði þetta er bara orðaleikur og einhvern veginn talar inn í þeirra heim og svo framvegis sko þannig að það er alltaf sömu lögmálin í gangi það er verið að reyna að finna línuna sem sker einhvern veginn gegn og inn í hausina þessum mannst eftir bara, þú veist bara rétt eins og við settum einhvern almennan við eða svona hávamál, bara einhvern almennan sannleik og lögmál og reglur inn í einhvern kveðskap sem fólk bara lærði og mundi dæmisögur allt þetta bara
túlka lög gegnum njálu, eða skiljið, þú veist að við setjum þetta í skáldskap, við setjum þetta í bindum þetta einhvern veginn í eitthvað form og leiðum við töpum því ef við erum farin að tjá þessar hugsanir á bara öðru tungumáli á ensku sem hefur alveg verið gert í gennum tíðina en ég allan vil meina að þú veist, enskir dægulega textar, íslenskir þeir hafa ekkert sogast inn í þjóðarsáluna svona almennt það er kent og eitthvað já, nema eitthvað svoleiðis sem er bara, þú veist þetta er til en þið skiljið hvað ég á við, þú veist það eru svona þessar svona þjóðlegu línur sem við tengjum kannski mest við ennþá en það er ég þarf að draga þetta að einhver leiti tilbaka því að ég minna ég elska þetta er þess að þegar maður eldist og svo þægilegt að vita ekki allt segðu mér það og Snorri Helgason og Una Torfa nefni þau tvö sem svona að skrifa mjög flotta texta sko. Og það ég kalla þetta alltaf svona þessi spilverksarleifð að vera með svona pínu samfélagsrýni og bara Svo fyndið að kemur eitthvað svona fólk eins og þau þá tala þau sem svona gamlar sálir. Já, ég veit það hefur alltaf verið til alls konar skáld á öllum tímum. Hún gömul sál bara því hún gerir góða texta. Það hafi ekki alltaf verið góð skáld, sko. Þau eru alls konar, það er ekki það. Það sem skiptir máli bara að við séum að glíma við. Í dag er orðið alveg þannig, ef ég myndi segja núna, nú ferð þú með fleipur, ef ég nota orð fleipur, það er ég 82 ára gamall. Þarna kemur öðru sem mér mjög hugleikið það er bara orðaforði það er bara það eru bara við erum orði útrýmingarhættu í orðabókinni það er bara, orðabókin er stútfull af orðum sem við notum aldrei meiri hluti íslenskra orða er aldrei notaður sem er mjög áhugavert þú veist, þetta er bara samansafn af einhverju sem þú veist, var að nota eftir einhvers staðar út á bát á 16. öld en Já, ég veit það. Og það kom náttúrulega fram í þessari umræðu sko þegar var að tala um Laxness og Íslendingasögurnar reyndar eru með mjög lítinn orðaforða. Það er ekkert svo mörg orð í Íslendingasögurnar þannig að það væri mjög gott að nota Íslendingasögurnar að því Laxness hefur miklu stærri orðaforða heldur en þessar gamlu bókmyndir, það var svo merkilegt sko. En það var mjög skemmtilegt þeirri umræðu því að það kom alls konar fólk auðvitað fram á svona miðlunum sko, kennarar að þau sögðu líka sko, það er líka gaman að ýta krökkunum inn í þetta því þau fara að skynja sko, þetta er svona ákveðið svona glíma við tungumálið sko að leika sér líka og bara svona að komast inn í textan þá fá þau ákveð svona eins og maður segir kick sko þarna er eitthvað að gerast sko ekki bara láta þau lesa það sem bara skiljum leið að því maður náttúrulega læra alltaf ný orð og það verður gaman Já, mér finnst það svo ég held að það sé oft eins og með bara Halldór Laxness er mjög gott dæmi þetta bara maður sem var bara gerði í því að búa til eða setja inn skrítin sérkennileg orð og ég meina það skildi þetta enginn þegar hann var að skrifa þetta heldur þetta er bara orð sem hann heyrði bara einhverja gamla kalla að segja hér og þar og setti þetta inn í þessar bækur og þetta finnst krökkum áhugavert ef þau fá þær forsendur þetta sé þannig, þetta sé ekki bara svona var alltaf skrifað síðustu 500 árin eins og Halldór Laxness skiljið sem mér finnst stundum vera nálgunin á þetta sé einhver gullalda texti og svona, þetta er náttúrulega frábær texti en þú veist, hann er að fokka í lesandanum alltaf og það er ekki alltaf að skilja allar þegar þú lest þetta er bara eins og þú lest einhverju elskar skáldsögur þú skilur ekki öll orðin endilega en þú getur samt lesið og það er líka mikilvægt að kenna fólki bara það að bara henda sér út í sko Ég gaf ungu manni sölkuvörku svo hringdi hann og sagði hvað þýðir makarinn ekki falleg Jú, það var mjög falleg þegar maður var að stauta sig í gegnum texta með Metallica þú veist 10 ára gamall, maður skildi ekkert af því svo var maður með enska orðabók að fletta upp einhverjum fáranlegum orðum sem þeir voru bara sett inn í þetta því þeim fannst það töff þetta er bara alltaf verið svona það var ofta nálgast texta öðruvísi sko. En það er líka eitt áhugavert í þessu sem eiginlega krefst úrlausnar borðsins sem ég einmitt hefur verið með hugleikir að Mér finnst þetta mjög merkilegt að dóttir mín eldri, tvítug, hún elskar, sko ef ég segi eitthvað svona
já nú sko, þú hefur sannarlega, sko, þú hefur nú sýnt einhver Davíð keypti ölið, eða þú hefur látið að finna til teðasins og fer í eitthvað svona rómsur og hún bara dýrkar þetta, finnst þetta svo fyndið og fer að segja þetta sjálf og er eitthvað svona, ég setja sér stellingar, finnst þetta bara æði, en það er á báðar stelpunar sagt mér, það myndu aldrei segja þetta fyrir framann jafnaldra sína. Og við erum ekki einu svona minnsta eitthvað svona eitthvað svona smá skrúf sko. Hefur þetta ekki alltaf verið svona sko? Jú, ég ætlaði að segja ég meina tungumáli færist alltaf mikið til svona í myndmáli þú ert feimin við að slá þig með einhverjum orðum og dóti í einhverjum hópi þú dettur inn í málsniði sem er í gangi þú ert í einhverju öruggu svæði þú ert ekki að tala tevatn og eitthvað þú veist, félagana þannig að þú veist, þetta er líka og það verður svona það býr til einsleitni og þau ert líka af því að maður er nú í þessu markaðsumhverfi það sogast allt inn í sömu rásirnar allar fasteignaauglýsingar eru nákvæmlega eins það eru allar íbúðir spennandi, bjartar og skemmtilegar þú veist, þetta er þú ert að auglýsa eftir einhverju starfskrafti þá þarf hann að vera með ríka þjónustulund og þetta er ótrúlega hvernig svona orðin sýndi eftir þetta rennur inn í einhverja rásir og fólk er skítrætt við að breyta þessu eða fyrkt eitthvað í þessu þú eigum endalaust orðum alla hluti, eins og ég segi. Þannig að einsleitni er eitthvað sem ég myndi svona, ég ætti að berjast gegn einhverju, svona almennt í þessu öllu, það er bara nota meira af orðum. Og þau með að koma bara velkomin orð úr öðrum tungumálum með þau Já, þau hafa alltaf gert það. Það er líka talað svolítið við erum alltaf sleppt. Húsið var reist 1980, en Jónas Kristjánsson sem ég byrjaði hjá, hann hefði aldrei látið þetta sjást, aldrei, sko. Þetta er nú bara að láta öll þetta er bara lesa Jónas Kristjánsson. Herði, hvað þið er óttalus? Já, ég meina, ég held samt, sko, ég er á þeim stað samt að við þurfum að gera samt hluti til að styðja við tungumálið. Ég held að við hljótum að gera það og ég held að allir geri það. Ég meina, við gerum það alltaf í einhverjum málum sem komu upp að við þurfum að gera eitthvað. Til dæmis þetta með íslenskukennslu sem annað mál. Mér finnst mjög mikilvægt að gera það vel. Og mér finnst það alltaf aumingjaskapur í okkur. Að hafa einhvern veginn, við höfum svolítið sofið, við bara það gerist svo rosalega hratt. Okkur fjölgar svona hratt. Og við þurfum að hjálpa líka ekki búa til eitthvað svona hópa sem bara eru svona eins og svokallu gettó hér bil sko í samfélaginu okkar. Við viljum að þau taki þátt í okkar samfélagi, við eigum þau komi hér að rauðaborðinu og ræði málin og við höfum átt að hafa einn úr þessum hópi með okkur í dag því þau sjá þetta með öðrum hætti. Sko rauðaborðið má nú eiga það hafa oft komið hérna Já, þið hafi gert það, já ég veit að ég fylgst með því en ég segi sko þetta eru önnur svona þau sjá þetta með öðrum hætti, þetta til dæmis ég man svo eftir þegar ég var einu svona málþingi íslenskuna og þá var einmitt verið að tala þetta út frá þeirra sjónarmiði og þau sögðu kvörtuðu bara þið tali bara ekkert við okkur og það var eitthvað sem ég vildi segja við verðum að tala íslenskuna bara að vera saman að kenna íslenskuna og þannig að hún verið eðlilegu hluti að bara því að þau séu ekki bara einhvers þar í einhverju íslensku námskeið og fara svo út og við bara höldum áfram að tala ensku skilu þetta svo þannig að við hjálpum ekki að aðlagast sko og það er auðvitað stórt mál Ég held að svona já kerfislega má taka betur utan tungumálið setja peninga, það vantar alltaf peninga á þessa staði ég held að það sé ótrúlega vilji bara í þjóðfélaginu hjá fólki almennt til þess að hjálpa og aðstoða við þetta en við þurfum einhver tæki og tól til þess að geta þetta við þurfum dægulega texta á íslensku það er ekkert sjálfgefið að þeir verði áfram til sko. Fyrsta lagi er fólk bara að gefast upp að því að búi til þú veist, það er allir bara í tölvunni sinn og nú er bara þetta eitt og eitt taka til að búi til gervigreindar tónsmið sem er bara hljómar stórkostlega en
það vantar texta en þó, allavega. En hún getur líka búið til texta, þannig að kannski þurfum bara ekki að neinar á ekkir. Þetta er draumur Marx, Karl Marx. Vélarnar sjá allt fyrir okkur og við getum slappað af. Fáum ekki svona skapalega. Lesum ekki eins og bókmyndir. Þið er í vörninni og sókninni. Það er engin bölmóður hér. Við erum í sókninni, til dæmis ég er í stofnun sem við erum í sókninni. Við erum að búa til tækja tól og styðja við og taka móti og tengja inn við þessa gamlu bókmyndir og líka nýrri. Og við verðum þetta að gera það. Og bara mæla með vefnum og vefjunum hjá ykkur. Þetta er ótrúlega hjálpatæki sem maður notar alla daga og alltaf með opið Hvað var þetta skramba? Skramba? Já, hann er til. Ég nota hann svo mikið. Já, hann er til en þá Það er ekki komin eitthvað nýtt. Það kemur alltaf eitthvað nýtt en hann er til, já, hann var mjög fínt þegar hann kom, hann var náttúrulega algjör bylting þegar hann kom. Og þú veist bara eins og þetta vensl og fléttuð hugtök og hvað þetta heitir allt þegar maður er búin að skrifa eitthvað orð í milljónasta skipti mikilúðlegt og fær ég eitthvað annað orðið mikilúðlegt og þá fær maður það í gegnum þessa vefi. Þetta er alveg frábært. Heyrðu, ég ætla að þakka fyrir komuna. Takk fyrir að byrja. Já, það verður aftur eftir kvöldmatinn, það er bara tíma til kvöldmatt. Bragi Valdimar, Þórunn Nordal og Arnar Eggert, takk ykkur fyrir komuna. Takk sem leiðis. Takk fyrir. Og ykkur fyrir að hafa verið með okkur og ég ætla að þakka Pétri Fjellsæðis sem hefur tekið þetta upp og er að senda út fyrir okkur og öllu sem fylgdust með okkur. Rauða borðið verður aftur á dagskrá annað kvöld.